Hljómsveitin Rökkva eitthvað sem við ætlum að fræðast nánar núna og þau eru komin til mín Guðný og Stefán. Þið ekki hjón? Jú. Það passar. Velkomin. Takk. Herðu, hljómsveitin Rökkva, segðu okkur aðeins frá þessari sveit. Hver er sagan á bak við hana? Herðu, þetta bara projekt sem við fórum í núna í fyrra og tengist aðeins leikfélaginu hérna á Selfossi. Eru þið þar eða? Já. Við erum þar og hefum síðan tónlist og hljóð þar og leikið. Þar kynntust við bara frábæru fólki sem að fórum að vinna með og spila með. Og þar meðal hann Viktor sem að byrja nú bara sem bassaleikari hjá okkur en hefur nú þróast út í að vera söngvari og ýmislegt fleira. Hann er fjölhæfur sko. Já. Og þetta reyndar síðan splundrast það band og við stofnum þetta í kjölfarið. Og þetta allt öðruvísi sem við höfum verið að gera. Þetta miklu svona rólera og dempara heldur en það sem við höfum verið í áður. Við vorum náttúrulega í hljómsveitinni Myrká frá Akureyri sem var svolítið rock. Það var aðeins þyngra. Svolítið þyngra sko. Já. Fórum eiginlega úr rockinu bara yfir eitthvað rólegt og kósí og romantist eitthvað. Já. Já, þannig lagað. En stundum virkar það. Já. Þannig að já. Það er nú bara ágætis samlenging, hljómsveitin No Doubt, það þekki hana margir. Þeir byrjuðu í rockinu og síðan ákveðuðu að fara í poppið og þá gerðist allt saman. Nákvæmlega. Já, það eru margir sem hafa farið þessa leið en við erum náttúrulega bara að gera það sem við fílum og við fílum þetta líka. Þannig að En hljómsveitin í dag, hverjir eru í bandinu? Já, hverjir eru í bandinu? Það eru við Stefán og Viktor. Já. Svo erum við trommara sem heitir Gummi Túni. Já. Við könnumst aðeins hann. Hann er nú þekktur hljóðmaður hérna á svæðinu. Já. Heilmikið hljóðmaður. Og þeir eru 4, eða hvað? Já, svo erum við með bassaleikara sem er svona rétt að byrja. Já, ok. Ég veit að þið eru búin að vera að taka upp bíómynd. Segðu mér aðeins frá því. Guðný, nú talar þú. Herðu, við ákveðum að fara í smá svona projekt út frá diskinum okkar og ákveðum bara að taka upp bara tónlistarmynd í staðin fyrir eitt myndband. Ok. Og fórum bara í þetta verkefni, alveg bara óðum í þetta og fengum son okkar 11 ára sem er í hjólastól til að vera aðal persóna myndarinnar. Já. Svo bara farið víðan völl og aðeins upp á Hálendi og til Reykjavíkur hittum fyllt á svona frægu fólki og þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Og hann er sem sagt í myndbandinu á ferðalagi Íslanda í smá svona mission. Já. Leita álum og tröllum og svona. Er þetta þá bíómynd lögin, þú veist, þið er ekki að gera eitt og sér myndband eða hvernig? Nei, ekki í þetta skipti, en það getur komið aðeins seinna við gerum það. Þetta er, sem sagt, í rauninni er myndin og tónlistin óskilt. Við bara setjum tónlistin yfir. Já. Þannig að þetta er svona þögul mynd. Ok. Í rauninni. Og tónlistin fær að tala. Já. Gaman að segja frá því að sjálfur forsetinn kemur fram í myndinni. Það sést nýji forsetinn. Guðný, já. Ásamt ýmsum fleirum þekktum. Já. Þjóðþekktum einstaklingum. Já. Hvernig er að vinna með honum? Frábært. Hann er alveg frábær sko. Alveg til í bara allt. Já. Söng meira sem fyrir okkur. Já, glæsilegt. Herru, þú talar nýja plötu, við náttúrulega verðum að koma að því. Það er náttúrulega bíómyndin í gerð í samræmi við plötuna. Hvernig kemur platan út? Það er nú ekki alveg komið dagsetning, en það verður vonandi í september, október. Og heil plata, hvað, 10-11 lög eða? 12. Já. Og hvernig tónlist er Rökkva að spila í dag? Þetta er svona, það er enda mjög fjölbreytt sko, en frekari rólir í kantinum, en þó eru svona smá rockarar á milli. En svo erum við náttúrulega að halda tónleika núna næsta föstudag eftir viku á Rosenberg. Já. Og þar verðum við enda bara 3 ásamt félag okkar frá Írlandi sem er fiðluleikari. Svona skemmtilega akústikstemning eða? Já, það verður svolítið svona rólegt og rómó og með fiðlunni. Já. Og hann tók einmitt upp plötuna með okkur í fyrra og heillaðist af Íslandi þá og er búinn að koma, þetta er 3. skipti sem hann kemur núna. Á 9 mánuðum. Á 9 mánuðum. Já.
og eiginlega eingöngu vegna þess að við sögum honum frá þjóðatíð í Vestmannaeyjum. Hann varð að draga bróðið sinn og koma til landsins og hann ætlaði að taka með okkur þetta gigg á Rosenberg. Hann endar með flýtinga bara held ég. Já, ég hlýtur að vera. Þetta hvað sagðirðu, næsta föstudag? Já. 5. ágúst, 5. ágúst, já. Hvetjum fólk til þess að fara þangað. Guðni, þú ert söngkona, spilar gítar og þverflötu. Já. Eitthvað meira eða? Ýmislegt, ég náttúrulega kenni tónmenn líka sko, þannig að... Já, ok. Og Stefán, þú ert, á hvað, allt saman eða? Nei, ég er bara á hljómborði, píanó, orgel, bakröddum. Söngur. Það stendur hérna, söngur? Já, söngur. Já. Þú hlýtur að syngja líka. Bakræddir eru líka söngur. Já, það er rétt. Þetta er skemmtilegt. Hvar getur fólk fengið upplýsingar um ykkur? Facebook og rökkva.com. Rökkva.com. Þetta er skemmtilegt. Við ætlum að frumflytja lag sem heitir I Want You To Know. Hvað hefur að segja það, Guðný? Þetta er bara rosa flott lag. Fólk verður bara að leggja við hlustir og Ok, þá lítur að vera eitthvað saga á bak við þetta. Viktor, hann samt þetta lag. Ok. Ég á ekki söguna bak við lagið. Nei. Og á hann textan líka? Hann á textan líka, já. En þetta er bara ofsalega fallegt og rólegt lag. Og þetta má finna á Disney sem er vandalegur? Já. Glæsilegt. Guðný og Stefán, takk fyrir þetta og góða helgi. Takk fyrir sem Hvað gerum helgina? Þjóðhátíð. Þjóðhátíð. Sjálfsögðu. Herru, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir.